Hvað þetta, Dóra? Nei, Aron, byrja að þjóða. Nýju líf fjallar líf hans Bubba í svona stóra kabla í lífinu hans Bubba sem að við erum að finna núna ferðalagið, við erum að finna hjartað inn í hans lífi með tilheyrandi lögum. Nei, ég veit ekki að því að nú ég Ellie og þá erum við að gera söngleikum manneskju sem er látin og þjóðareign og Bubbi það líka en hann bara eitthvað gaur sem býr út í Kjós og hann fyrir rektina í Mosfellsbæ á hverjum degi og hann í börnin sín í leikskólan og skólan sko. Þannig hann á lífi. Já, þetta ekki minningarathöfn í rauninni. Nei, þetta ekki minningarathöfn, þetta svona sjó og rosa orku mikið sjó. Já, ég upplifi líka þessa miklu orku og við erum alveg við erum að gefa allt í þetta, leikhópurinn. Það ógeðslega gaman. Já, sjúklega gaman. Og bubbarnir eru rosalega margir þannig að við þurfum mörg að leika bubba. Já, þetta rosa svona hugrækt. Það sem ég finnst mjög áhugavert við þessa sýningu að við erum að gera með sýningumann sem kom bara á æfingu til okkur daginn. Það alveg dálítið skrítið að hugsa til þess því að við erum alltaf að spáði hvað var þess að hugsa. Þannig gátum við bara spurt hann hvað hann var að gera 1986. Og mér varst líka svo gott eftir að við hittum hann þá einhvern veginn fundum við betur fyrir því hver kjarnin og hvað við þurfum að leggja áherslu á. Algjörlega. Af því að þetta svo stór saga, það svo mikið hann upplifað svo ótrúlega mikið og það eiginlega bara alveg ruglað að hann skuli vera svona heill í dag með allt sem hann hefur gengið í gegnum, það bara magnað. Fólk getur búist í því að sjá bara heyra á það fullt af frábærum bubbalögum sungin eins og þau þekkja þau en líka stundum snúið upp á þau og náttúrulega risanúmerum, risastórum senum þar sem við erum öll inn á frábærar danskoreografurur segir maður það ekki? Koreografi eða dansatrið frábær dansatrið og inn á milli með bara frábæri sögu sem að við þurfum að koma til skila, við þurfum að segja.